Góðir Hamraborgarbúar, ég vil leyfa mér að bjóða okkur velkomin núna á þennan aðalfund Hamraborgarráðsins. Hérna vil ég fá okkur sæti, við förum að byrja fundinn, en í upphafi fundar er það venjan að við veljum okkur fundarstjóra og ég sting upp á því að fundarstjóri verði Guðni Stefánsson sem hefur verið okkar fundarstjóri undanfarin ár og hefur stýrt okkar fundum með röggsemis og ég sting upp á honum. Er einhverjar aðrar tillögur fundarstjóra? Nú ef að svo er ekki að þá gefa honum gott klapp. Guðni Stefánsson, gjörðu svo vel. Fundurinn er þinn. Ja, gott kvöld ágættir Hamraborgarbúar og gleðilegt sumar. Ég þakka ykkur fyrir það að þið skuluð treysta mig til þess að stjórna þessum aðalfundu ykkar hér ennþá einu sinni. Það liggur hér fyrir dagskrá og fyrst á dagskránu er skýrsla stjórnar og umræður hana og það er Þórir Steingrímsson, formaður Hamraborgarráðsins, sem að tekur til máls. Gjörðu svo vel, Þórir. Kæru fundamenn, eins og þið sjáið þá höfum við gripið til nýrra tækni í okkar fundarstörfum og þið sjáið að þetta eru þau fundarefni sem að koma til með að vera tekin fyrir hér á eftir og ég vona að þetta verði ykkur til glöggvunar vegna þess að við þurfum að fara yfir mörg atriði hvað varðar Hamraborgarráðið og svo auðvitað að skýrsla stjórnar yfir síðastliði ár. Nú, við getum auðvitað að byrja því að kynna stjórnina eins og hún hefur verið, svo þið vitið hverjir hafa verið við stjórnvölinn núna síðastliði ár og þá auðvitað þið sjáið að hér er sjálfur formaðurinn, það er ég, Þórir Steingrímsson, síðan var gjaldkeri, ritari, gjaldkeri Jakobína Sveinsdóttir sem býr á Hamraborg 26, ritari Svanhvít Ingólfsdóttir sem býr á 34 og svo meðstjórnandi var Birgir Borgþórsson sem er fulltrúi Íslandsbanka hérna í Hamraborginni. Svo er varastjórnin, það er Guðni Karlsson sem býr á 34, Sveinbjörn Kristjánsson sem er á 24A sem er við Bræðraborg og svo Guðlaugur Sigmundsson, hann býr á 16 og Jóhanna Sveinsdóttir býr á 18. Með leyfi fundarstjóra er ekki rétt að við köllum til einhvern til þess að rita fundinn þá. Já. Ég sting upp á því að fundarritari þessa fundar verði Andrés Hilmarsson. Einhverjar mótbárur við því? Nú ef svo er ekki þá ætla ég bara að taka mér það besta leyfi og afhenda honum. Þetta er nú eiginlega stjórnin sem var við völd á síðastliðnu ári eins og þið sjáið og hún getur nú kannski ekki státað sig af miklum afrekum vegna þess að þetta hefur nú verið mjög rólegt ár en þó hafa komið upp ýmis málefni sem að mætti þó auðvitað taka á. En við getum þó sagt að við höfum haldið í horfinu ef að þið sjáið og miðið við þessa endurskoða reikninga sem eru þarna fyrir framan ykkur að þá hefur ekki verið mikið þenslu þó svo að auðvitað aðkoma kannski hefði mátt vera betri. Nú við unnum þá jafnframt að því að gera samkomulag við Kópavogskaupstað þrif í bifreiðageymslunum og er það liður í því eins og við höfum áður talað að reyna að fá íbúana til þess að vera þáttakendur í því að anna sitt eigið umhverfi og reyna að hafa það eins snyrtilegt og hægt er. Þessi samningar þeir tókust í september núna á síðastliðnu ári og það sem að reiknuð er ákveðin fjárhæð, það er að segja heildarfjárhæð til þrifa og þá má ég að segja sem svo að þessum þætti hafi verið skilað með sóma
en ég hef þó lagt það við bæinn að veita svolítið hærri fjárveitingu til þessara hluta næsta ári vegna þess að við viljum hafa svolítið hreinna í kringum okkur heldur en þegar er. Það má segja í sambandi við þessi þrif að þarna hefur verið úti ákveðin mannskapur sem hefur séð að hreinsa upp sérstaklega olíuleka eftir bifreiðar sem hafa verið í geymslunum og við höfum stundum kvartað mikið við því að eyða mikill vinnu í það að hreinsa upp þessa leka og ég vil brýna það endilega fyrir íbúum því að veit að mjög fáir ykkar eru með bifreiðar í geymslunum sem að lekur olíu af en það stundum vill örla á því að það margir gestkomandi og svo eru aðrir sem að búa ekki í Hamraborginni að nota geymslurnar sem svæði til að geyma bifreiðar sínar og þar með eru þeirra óhreinka okkar geymslur. Að ekki hika við að hafa samband við síma Hamraborgarráðsins sem að þið þetta vitið ef að þið verðið vör við einhverjar bifreiðar sem að skemma út frá sér eða leka. Nú síðan vorum við að undirbúa og gerðum smávegis ekki samkomulag heldur það að við samþykktum vilja Kópavogskaupstaðar það að gera athugun á sprinklurkerfinu, þar að segja það vegna þess að eldvarnaþættinum mjög ábótavant og það á döfinni núna að gera úttekt á þessum þætti svo að þetta verður öruggara í framtíðinni og við samþykktum undirbúningsvinnu hvað þann hluta varðar. Við skulum ekki hafa mikla áhyggjur af því það verða engin útgjöld á þessu ári hvað þennan hlut snertir en auðvitað þarf að taka þennan sprinkler niður og setja upp nýjan í staðinn því að þetta ástand hans óviðunandi. Nú síðan hefur umsjón öryggiskerfisins, það hefur verið eiginlega mjög árangursríkt. Það má segja það að geymslurnar hafa, hvað má segja, við höfum ekki orðið fyrir tjóni vegna skemmdarverka eða innbrota síðastliðin 2 ár. Ég veit eitt innbrot sem var á síðastliðnu ári í bíl og það upplýsti strax með tilstuðlan þessa öryggiskerfið og þrjótarnir voru sóttir heim morguninn og voru teknir í þeim sömu fötum sem þeir voru í á myndunum. Þannig að þetta var alveg óyggjandi góð sönnun sem að gera það verkum að þeir voru teknir og þýfi náðist og þeir sitja nú sennilega inni vegna gjörða sinna. Nú síðan það varnir í klögumálum, það hefur nú stundum verið haldið upp í ýmsir fyrru í sambandi við Hamraborgarráðið og margir hafa meira að segja snúið sér til lögreglu og óskaði þess að hún hefði afskipti af starfsemi Hamraborgarráðsins og það hefur nú farið svona í ýmsar útidúra með það og við höfum þurft að eyða svolítið vinnu í það að tala við þessa einstaklinga sem hafa ekki beina skilning á því hvað Hamraborgarráðið og ég vil endilega hvetja alla húseigendur og svo íbúa að hafa samband við skrifstofuna, það koma mjög glöggar upplýsingar á eftir hvernig þið eigi að hafa samband við okkar skrifstofu eða eitthvað sem ykkar vanhagar eða þið viljið fá upplýsingar Hamraborgarráðið, þá bara þá að slá á þráðinn, hringja til okkar og fá upplýsingar því þær eru alla til staðar. Nú síðan hafa þessi samskipti við Kópavogskaupstað, þau hafa auðvitað verið með ágætum sem á endranær og þá má þakka það auðvitað yfirstjórn bæjarins og þá ekki síður embættismönnum þeirra sem hafa sýnt auðvitað málefni okkar Hamraborgarbúa mjög góðan skilning. En skrifstofan okkar opin eins og ég segi. Þið hefur alltaf tök á því að taka upp tólið og hringja og það opið alltaf frá alla þriðjudaga frá klukkan 17 til klukkan 18. Og það Sveinbjörg Hrólfsdóttir sem bókari, hún svarar alltaf síman og hún tilbúin til að svara öllum þeim spurningum sem berast til hennar frá ykkur. Þannig það á ekki að vera mikið vandamál að lyfta upp símanum og spyrja. Nú síminn auðvitað þessi 564 35 90 og endilega að slá á þráðinn og láta vita af ykkur. Þið sem hafi tölvu aðgang að internetinu, þið getið auðvitað senda okkur skeyti í gegnum internetið og það engin vandi hvar sem þið eru stödd á landinu að senda okkur línu og bera upp erindi ykkar. Þetta allt saman opið
Við eigum ekki að þurfa að karpa eitt eða neitt, eða við þurfum ekki að beita lögreglunni fyrir okkur eða einhverju lögfræðingum. Það á ekki að þurfa. Við erum eins og einn ágætis maður sem að sagði við eigum að vera eins og dýrin í Hálsaskógi, öll dýrin eru vinir, og þá gengur dæmið upp. En hvað er Hamraborgarráð? Það vill ennþá vefjast fyrir sumum hvað það er. Og ég held að ég verði að eyða enn svolítið tíma, jafnvel fyrir þá svona uppbyrja fyrir þá sem vita, en það er margir sem eru nýkomnir og átta sig ekki alveg á því hvað þetta Hamraborgarráð er. Já, er það klúbbur? Er það samtök bifreiðageymslurnar, kapalkerfi og gervihnöttadiskinn? Já, er það húsfélag? Er það samtök? Er það bara nokkur húseigendur til skemmtunar? Það er húsfélag. Og eins og þið vitið, húsfélag, það fer eftir lögum. Það er lög og samkvæmt. Það er það húsfélag sem stofnað var 16. maí 1975 og hét Félag húseigenda fyrsta áfanga miðbæri í Kópavogi. Félagið hafði þann tilgang að gæta hagsmuna húseigenda, ábyrgjast og annars samskipti eigenda við Kópavogsstað vegna sameignar. Þetta er einmitt grundvallaratriði sem allir verða að skilja. Hamraborgarráðið var ekkert til vegna þess að íbúarnir tóku sér saman. Það var bara til lög og samkvæmt og er lögboðið verkefni. Og hvaða sameign erum við að tala um? Erum við að tala Kópavogskaupstað og Hamraborgarráðið? Jú, það eru sameignin, það eru bifreiðageymslurnar. Og það er þetta afrek sem við vorum einmitt að vinna núna síðustum árum. Og það er þetta afrek sem við erum að borga af. Og við getum verið ánægð með það sem við erum búin að gera. Og það tókst vegna samstöðu okkar. Og það er það sem er hlutverk Hamraborgarráðsins, að það er að mynda samstöðu til þess að hafa þetta umhverfi okkar sem sómasamlegast. Þannig virkar það. Og þetta gerum við lög og samkvæmt. Og Hamraborgarráðið er engin samtök eða engin klubbur. Heldur þið er þetta húsfélag, lög og samkvæmt. Og að hverju? Jú, byggingaraðilar gerðu samninga í upphafi við Kópavogskaupstaður þær. Þann 27.9.1972, svo það er 25 ár frá því að samningar voru undirritaðir. Skömmu seinna var B-liður, þetta eru tvennu lagi, A- og B-samningar. Svo árið seinna, 17. og 18. október, þá voru gerðir viðbótarsamningar. Og samkvæmt þessum, þá var gengið frá þar til gerðu samkomulagi reglur, rekstur og viðhald í bifreiðageymslunum. Þessar reglur voru gerðar í samráði og með samþykki byggingaraðila. Og eftirtaldar reglur fyrirkomulag afnota af bifreiðastæðum, fyrsta áfanga greiðslu kostnaðar vegna reksturs þeirra hafa verið samþykktar af aðilum. Og Kópavogskaupstaður, fyrsta greinin Kópavogskaupstaður skal taka að sér rekstur bifreiðastæðina og bera á honum fjárhagslega ábyrgð. Takið eftir, hann tekur að sér rekstur og fjárhagslega ábyrgð, en hann tekur ekki að sér kostnaðinn. Það hefur verið stór misskilningur, alveg frá því húsið var byggt, að Kópavogskaupstaður taki að sér einhvern kostnað í þessu sambandi umfram þann sinn eignarhluta í geymslunum sem var þá metin 18%. Önnur grein til greiðslureksturskostnaðar, takið eftir til greiðslureksturskostnaðar bifreiðastæðra skuli eigendur fyrsta áfanga greiða bæjarsjóði, takið eftir að eigendur fyrsta áfanga greiða bæjarsjóði árlegt gjald sem skal miða við að standa undir reksturskostnaði og rekstur á fyrirfram áætlum ársgrundvelli. Eigendur fyrsta áfanga greiða gjald þetta til húsfélagsins í hlutfalli við eignarhlutdeild í húseigninni en húsfélag stendur bæjarsjóði skil á greiðslunni. Svona segja regluna til þegar húsið var byggt og allir húseigendur gengu inn í þetta og við hér í dag, við keyptum okkur inn í þessar kvaðir. En það má segja það að þetta stendur í hlutfalli við eignarhlut er ekki rétt vegna þess að í hlutfalli eignarhlutdeild í húseigninni gildir ekki lengur samkvæmt fyrsta töluliður B-liðar í 45. grein laga, þessi nýjustu laga, en nú er það samkvæmt fjölda bifreiðastæða. En ekki eftir stærð eignar í húsinu.
Og gjalddagar skuli vera 1. maí og 1. desember ár hvert. Til reksturskostnaðar telst meðal annars umsjón, viðhald, ræsting, ljós, hiti og fleira þess háttar, en undanskilið skal vera afskriftir, vextir af stofnkostnaði. Þetta allt gott og blessað, en við tókum að okkur umsjónarþáttinn og hluta til að ræstingunni. Og það hefur gengið ágætlega. En aðrir hlutir eru auðvitað af ábyrgð bæjarins og þeir sjá þetta. Nú, verði hagnaður á rekstri bifreiðastæðina eitt rekstursár skal sá hagnaður koma til lækkunar á áætluðum reksturskostnaði næsta ár og gildi sama til hækkunar ef tap er að ræða. Og svo 3. grein, eftirtaldar tekjur vegna notkun bifreiðastæðina renna til húsfélagsins. Og takið nú eftir. Þarna kemur húsfélagið og það erum við. Og það fast mánalegt gjald sem lagt á þá sem kjósa að vera lausir undan gjaldskyldu. Takk eftir þetta tala gjaldskyldu í sjálfsala. Það tala stöðumæla. En eins og margir vita það var horfið frá því að hafa stöðumæla svo það varð að gera eitthvað annað til þess að fjármagna þetta. Og þess vegna var auðvitað og sótt í vasa okkar hvað þessa hluti varðar. Nú, þeir eigendur sem óska eftir þessu skulu láta skrá bifreið síðan hjá eftirlitsmanni bifreiðastæða hverjum húshluta skal merktur fjöldi bifreiðastæða sem laus undan gjaldskyldu rétt til þess eiga. Eigendur íbúa í fyrsta áfanga og eiga þeir forgang. Það þýðir einfaldlega það að við eigum forgang að þessum bifreiðastæðum þó að þessi bifreiðastæði sé til almennings afnota. Og eigendur annarra eigna hluta í fyrsta áfanga en þó skal þeim aðeins tryggður forgangur af einu bifreiðastæði fyrir hvern eignar hluta. Fjárhæð gjalds þessa skal við það miðuð að vera 50% meðaltals reksturskostnaðar per stæði á fyrirfram áætluðum ársgrundvelli. Þetta eru reikniformúlur og það er einmitt mjög gott að þið einmitt huglið þetta núna þegar við tölum saman á eftir þegar við tölum reksturskostnað bifreiðastæðina vegna þess að þegar framkvæmdakostnaði er lokið þá þurfum við að fara að huga að einmitt þessum þætti. Tekjur á leigu bifreiðastæðina í gegnum sjálfsala miða við ákveðið gjald á klukkustund. Þetta er í raun og veru út úr myndinni. Við tölum ekki meira þetta því það væri að skemmta skrattan og vera að koma öku eða stöðumælum á svæðinu því það dæmir ekki undir 5 milljóna króna bara að velta á því árlega. Þannig að það er út í hött að vera að ræða svoleiðis hluti. Tekjur á leigu bifreiðastæðina í gegnum sjálfsala fyrir tímabili frá lokun verslunartíma til upphafs verslunartíma. Þetta erum við búin að fara í gegnum og við getum þess vegna afskrifa þennan hluta að þessum reglum, enda voru þar endurskoðanar eins og við vitum í nýju samkomulagi sem við gerðum við bæinn. Og á verslunartíma má leigja öll bifreiðastæðin en utan hans aðeins þau sem ekki hefur verið ráðstafað samkvæmt lið A. Þessar reglur voru samþykktar af byggingaraðilum og þessar kvaðir tóku þér á sig og þessar kvaðir keyptum við okkur inn í. Gjöld samkvæmt B- og C-lið skulu ákveðin árlega af bæjarstjórn Kópavogs að fengnum tillögum húsfélagsins. Þannig að sjáið, húsfélag hefur ekki mikið þetta að segja, bæjarstjórnin, hún ákveður þetta, hvernig þessu skuli hagað. Sett skal reglugerð fyrirkomulegu samkvæmt B- og C-liðum og skulu brot gegn henni varða fjársektum. Þetta er bara stöðumæla sekt, annað ekki. Og hvað svo? Hvað gerum við svo? Þá skal bara vakin athygli á eftirfarandi. Samkvæmt 18. grein lóðalegu samningsins milli Kópavogskaupstaðar og húseiganda dagsins 7.7.1975 þá er skýrt kveðið á notkun á bifreiðageymslunum og garðinum. 18. grein segir aðrir skilmálar, sú kvök hvílir á lóð þessari og að öll óbyggð svæði lóðarinnar svo og það yfirborð bygginga á lóðinni sem sýnt er sem garður á meðfylgjandi uppdrætti bæjarverkfræðings Kópavogs dagsins 7.7.75 og inngangur á það svæði er opinn almenningsgarður. Kópavogskaupstaður ákveður ætíð útlit og skipulagssvæða þessara og er þá óskylt að hafa samráð við leigutaka þessi atriði en Kópavogskaupstaður kostar rekstur svæða þessara. Jafnframt hvíla þær kvaðir á lóðinni sem að meðfylgjandi reglum fyrirkomulag
afnota af bifreiðastæðunum kunna leiða, en reglur þessar er hluti samnings þessa, sem þýðir að þessi grein, hún fjallar þessar reglur sem að ég var einmitt að fjalla áðan, afnot af bifreiðageymslunum og hvernig skuli haga reksturs- og viðhaldskostnaði á þeim. Og við, því ég tala áðan þrifin, þá er það bara lítill hluti að þessum reksturs- og viðhaldskostnaði. Látum þessu lokið með bifreiðageymslunum og garðinn. Þetta á nú eiginlega alveg ljóst núna hver okkar réttarstaða er. Bæði bifreiðageymslan og garðurinn, þetta eru almenningssvæði. Það getur verið ónægjusamt að vera með þetta svona. Það geta verið börn að leik í geymslunum. Það geta verið börn í leik í garðinum. Við getum ekkert í því gert. Hafið það hátt, erum við að háa það, þá getum við blanda okkur í það. Því það er ónæði. En ekki takmarka það sem þau eru að gera. Heldur háa þann út af því sem þau eru að gera. Þetta er alveg ljóst. Og látum þá bara því lokið með garðinn og bílageymsluna að við erum þarna í þjónustu hlutverki miðbæja Kópavogs og við keyptum okkur inn í það, hvað sem okkur líkaði betur og verð, og þannig verðum við að sinna okkar samfélagslega skyldum hvað þessa hluti varðar. Hamraborgarráðið er þetta húsfélag sem hefur þá sérstöðu að vera sameigandi Kópavogskaupstaðar í miðbænum er varðar bifreiðageymslurnar. Hugsið ykkur það, húsfélag er sameigandi bæjarfélagsins. Það hefur gengið mjög vel hingað til. Og hvernig er þá staðan vegna framkvæmdinni í bifreiðageymslunum og allt frá árinu 1994? Í þessari sameign sem við vorum að greiða. Hvernig er hún? Það hefur margir beðið eftir þessari tölu. Og við skulum aðeins reyna að velta þessu tölum fyrir okkur. Fjármálastjóri Kópavogskaupstaðar hefur sendt tölur sem lokatölur en ekki lýst þeim formlega yfir sem þýðir að þær geta enn hækkað eða lækkað samkvæmt tölulið fyrstu greinar samnings Kópavogskaupstaðar og Hamraborgarráðsins sem var dagsettur 7.5.93. Þannig að þeir hafa sagt okkur svona og formlega hvað hlutinni kosta en ekki lýst yfir því að þetta séu lokatölunar. Ég get sýnt ykkur þessar lokatölur. Hvað dæmi kostar. En ég geri það alveg með þeim fyrirvara að lokatölunar hafa ekki borist ennþá. Sjáu þið þetta aftast? Ég verð að koma með þetta svona vegna þess að það er framkvæmdirnar og framkvæmdakostnaðar 1994 og 1995 sem er hér á skjánum. Og þið sjáu bara að hlutur Hamraborgarráðs er þetta 45%, að árinu 1994 er 16.947.450 krónur, að við bætum svo að heildarútkominni árið 1995 eru 21.189.177 krónur sem að gera samtals 38.136.627 krónur. Þessar tölur er ég að birta ykkur. Auðvitað. En hefði viljað hafa þannig að þetta væri formlega svar frá bænum. En það hefði bara því miður ekki borist. Vegna þessa töluliðar sem ég nefndi ykkur áður, í samningnum að talan getur hækkað, hún getur lækkað. En þeir hafa upplýst okkur það að reikningslega er dæmið svona. Og hvað þýðir þetta? Hvað á við að borga? Heildarkostnaðurinn, eins og sjáið, er 81.448.060 krónur. Það var viðgerðarkostnaður af geymslunum sem þarna stóð yfir. Þá er ég bara að tala um framkvæmdakostnaðinn. Og af því eru 38.136.627. Húseigendur eru 226 og má því reikna með að hver og einn greiði 168.747 vegna framkvæmdana, en ekki umfangið. Það er ekki útlagakostnaður vegna framkvæmda sjóðsins, svo sem innheimtukerfið, póstbörggjald og svo framvegis.
Allt það er ekki inn í þessari tölu. En það er okkar húsfélag sem hefur tekið það að sér, að annast þann hlut. En hvað sem því líður, innheimta hófst mánaðarlega frá og með 3.5.1994 á hvern húseiganda 2.500 krónur. Við börðumst mikið fyrir því að hafa þessar 2.500 krónur til þess að hafa þetta svo vægt, svo að menn fyndi ekki mikið fyrir þessu. Og nú getur hver og einn að reikna þetta fyrir sig, hvernig þetta kemur út. En það er ekki hver og einn eigandi núna búin að greiða 90.000 krónur. Ég verð aðeins að koma líka inn á þetta hérna, að ég græt það nú ekkert þó svo að Kópavogskaupstaður hafi nú ekki lýst kröfunni á hendur okkur. Hvað þýðir það? Jú, það þýðir það að við þurfum ekki að taka lán. Við getum dregið lappirnar. Við þurfum ekki að borga fjármagnskostnað. Enga vexti. Það er allt mjög gott. En ég get allavega sagt okkur þessa tölu, þó með þeim fyrirvara að þetta er ekki formleg tala bæjarins. Ég fæ bara þessu upplýsingar frá þeim, en ekki það að þetta sé lokatalan sem ég er búin að kalla eftir. Og af hverju er það? Jú, það er vegna þess að það kom upp ágreiningur milli Hamraborgarráðsins og Kópavogskaupstaðar annars vegar það að við eigum húseigendur rétt á innskatti, virðisaukaskatts vegna vinnu við framkvæmdirnar. Það er búið að fá erindi frá skattstofu Reykjaness umdæmis, það er búið að fá skattstjóra og ríkisskattstjóra og það er búið að fá erindi frá þeim þess efnis sem er talað það að við eigum rétt á því að fá endurgreiddan þennan virðisaukaskatt, en bærinn er ekki tilbúinn að viðurkenna það. Og við höfum bara með þumalputtareglunni svona, mælt út 4 milljónir króna sem að gæti komið til lækkunar bara fyrir okkur á heildarframkvæmdunum. Svo það munar það. Og þess vegna verður menn að skilja það að ég get ekki gefið ykkur neina lokatölur því að það er ekki búið að lýsa þeim formlega yfir. Við erum búin að halda marga fundi með þessum fjármálastjóra. Við meðum síðan fram að til bæjarstjóra og óska eftir því að fá formlega yfirlýsingu frá bænum. Við höfum farið á fund framkvæmdastjóra, bifreiðageymslna og fjármálastjóra og það var komið til samkomulagi að við fengjum þessar tölur. Það er ekki ennþá komnar. En ég segi það ykkur eins og enn. Ég græt það ekkert. Við getum haldið áfram að greiða bænum þetta eins og við gerum og eins og þið sjá á reikningunum að við höfum gert. Og það eru komnar rúmar 11 milljónir króna sem við erum búin að greiða upp í þennan pakka og við höldum því áfram. En eins og ég segi, þegar að bærinn lýsir svo formlega kröfum á hendur okkur og segir nú takið því lán, þá verður þetta að svara því einhvern veginn. En þeir hafa ekki ennþá gert það og ég græt það ekki. Við spörum á því. En þið verða að sýna þessum hlutum biðlund. Hins vegar höfum við alltaf gefið öllum fasteignasölum yfirlýsingu þess efnis að það sé fyrirvarið á þessara tölu. Og allar íbúðir sem eru í blokkinni eru seldar með þessa fyrirvara. Og það hefur aldrei verið nein vandræði út af því. Svo við skulum bara fara varlega, sýna þessu þolinmæði, þetta kemur með tímanum, en við erum ekki að reka á eftir þessu. Lofum bænum að vinna sitt verk. En það skal ítrekka að Kópavogskaupstaður hefur enn sem komið ekki lýst neinni formlegri tölu á hendur ráðinu. Hamraborgarráðið hefur svo sína eigin reglur eins og þið eigið kannski að vita, svona flest ykkar, en þið sem er nýkomin, þá hafið þið gott af því að kynnast þeim hérna. Og það er 1. grein Hamraborgarráðið, HBR, er heildarhúsfélag. Það er að segja félag húseigandi fyrsta áfanga miðbæri í Kópavogi, stofnað 16.5.1975. Það er að segja Hamraborgar 14-38 jafn númer. Hlutverk þess er samkvæmt 50. grein laga fjöleignarhús, númer 26, 1994, að mynda samstöðu með húseigendum, takk ég eftir, gæta sameigna þeirra, svo sem kapalkerfi, bifreiðageymslur og fleira í samskiptum við Kópavogskaupstað. Samkvæmt þeim samningum er byggingaraðilar gerðu við Kópavogskaupstað dags 27.9.72, 10.11.72, 17.10.73 og 18.10.73.
Önnur grein Hamraborgarráðinu ber að tryggja sjálfstæði allra húsfélagadeilda innan þess og er óheimilt að hlutast til málefni þeirra, samanber 2. málsgrein 7. greinar og 3. málsgreinar 39. greinar laganna. Ég vil aðeins koma og drepa á þetta vegna þess að margir hafa haft samband við mig og óska eftir því að Hamraborgarráðið hlutast til það vegna framkvæmdana í garðinum að þá hafi lekið nokkra forstofudyr þar sem að gólfin höfðu verið lækkuð eða gólfið fyrir framan dyrnar hafði verið hækkað og svona ýmislegt annað sem að koma upp á og frágangurinn hafi ekki verið eins og hann hefði átt að vera. Hamraborgarráðið getur ekki, samkvæmt þessum reglum, tekið þetta hlutverk að sér, eins og þið sjáið. Við megum ekki reka erindi hverjar húsfélagadeilda fyrir sig. Húsfélag hvert stigangur verður að reka sitt erindi gagnvart framkvæmda eða tæknideild Kópavogskausta í þessum efnum, ef þið skiljið hvað ég er að fara. Við getum gefið þeim upplýsingar hvert er að snúa sér og hvernig að reka erindið, en Hamraborgarráðið eitt á sér getur ekki rekið erindi hvers stigagangs fyrir sig gagnvart Kópavogskausta. En við getum auðveldað þessi samskipti og við getum sýnt þeim og sagt þeim hvaða leiðir eiga að fara í þessum efnum til þess að gæta hagsmunum sinna. 3. grein stjórn Hamraborgarráðsins skal hafa fulltrúaráð allra húsfélagadeilda Hamraborgarráðsins sér til ráðgjafar og ákvarðanatöku samkvæmt lögunum. Hver fulltrúi skal tilnefndur af sinni húsfélagadeild með sömu réttindum og skyldum samanber 12. grein og 13. grein sömu laga. Og atkvæðagreiðsla bifreiðakeypslurnar og kapalkerfið skal miðast við fjölda séreigna samkvæmt 3. málsgrein 34. grein laganna, eins og ég kom inn á áðan. Það er samt fjöldi sem ræður þessu. Hamraborgarráðið skiptist niður í nokkrar deildir sem eru náttúrulega eftirfarandi. Það er Hamraborgarráðið, hann geti alveg staðið á húsfélagið, en það er Hamraborgarráðið, Félagsaðstan Hamar og kapalkerfið. Tökum Hamraborgarráðið. Það er stjórnin, skrifstofan og framkvæmdasjóðurinn. Þetta er mikið batteri. Þetta er mikið fjör og mikið að gera allan daginn. Bókarinn hann kemur á vísu þarna á þriðjudögum og færi allt inn, en það eru mikla kvaðir og mikið kvabb og við grátum það ekkert að sinna erindum, en þetta fer mikið starf fram. Og framkvæmdasjóðurinn, það er það batteri sem rekur þetta allt saman snurðulaust. Það er enginn að hafa áhyggjur. Þetta gengur. Það er mikils virði að þetta gengur. Nú við töluðum um þetta, það er náttúrulega Hamraborgarráðið skiptist niður í nokkrar deildir og þá er að Félagsaðstaðan Hamar. Það er náttúrulega skrifstofan. Þeir Hamar setur húsnæði undir húsfélagið og framkvæmdasjóðinn. Það er fundaaðstaða, þarna geta allir funda sem vilja. Öll húsfélagin hafa aðstöðu þarna til þess að funda í Hamri endurgjaldslaust. Og það hefur verið notað mjög mikið og ég hvet ykkur til þess að nota þessa félagsaðstöðu eins og þið getið. Skrifstofan og fundaaðstaðan og svo öryggiskerfið. Umsjónarþáttur okkar sem við tókum af okkur í samningum við Kópavogskausta þegar þeir afhentu okkur öryggiskerfið, þá tókum við það á okkur að hafa umsjón með kerfinu. Og það hefur borgað sig. Það hefur margfalt borgað sig. Og svo er það félagslífið. Og fólkið hefur því miður ekki notað það sem skyldi, en það er alveg tilvalið húsnæði til þess að nota þetta fyrir spilakvöld og fleira. Þetta er allt til staðar. Svona lítur þessi stofnun út sem heitir Hamraborgarráðið. Hún er ekkert ólík öðrum húsfélögum sem að svipaða stærðargráðu eins og í Asparfellinu og víðar, nema það að þar er aftur á móti batterið svolítið stærra heldur en okkar og kostnaðarsamara. En við rekum þetta alveg í lágmarki og eins og ég sagði ykkur áðan, við höfum ekki þanist út. Síðan kapalkerfið. Hvað er það?
Það er 14 rásir, öryggiskerfi á Hamraborgarásin. Það er þessi rás núna. Við erum að senda núna út á neti til þeirra sem að sitja heima og eru að horfa kannski á spennandi þátt í sjónvarpinu og svissa svo yfir á okkur núna og fylgjast með. En ættu þetta að vera hér. En það er þessi möguleiki sem að Hamraborgarásin býður upp á, að ná til allra. Þetta verður tekið upp og spilað aftur og aftur. Upplýsingagildi fyrir alla íbúa. Nú öryggiskerfið. Við höfum upplýst mörg tilvik í geymslunum í gegnum þetta öryggiskerfi. Lögreglan hefur hvað eftir annað haft samband við okkur og við höfum hjálpað til. Sjálfsagt. Þetta spyrst út og þeir forðast geymslunar. Nú svo 14 rásir. Skiptir engum máli með þessar rásir. En það er valkostur sem eykur þó allavega sölugildi íbúa að menn telja. Svona lítur það út. Þannig er nú það. Í stuttu máli er þetta mín skýrsla til ykkar núna, ágætu Hamraborgarbúar. Ég hef ekki mikið meira málið að segja. En ég vonast til allavega að við komum til að standa saman í framtíðinni og ég veit að þið öll hafið sýnt okkar starfi í stjórninni mikinn skilning. Maður heyri það bara þegar maður er á gangi í gegnum geymslunar og heyri í okkur á göngum, að þá vitum við að við erum á réttri leið. Þakka gott ljóð. Já, formaðurinn hefur lokið máli sínu og ég held að ég brjóti nú engar hlutleysisreglur sem fundarstjóri þó að ég leyfi mér að hrósa honum fyrir þessa mjög glöggu og skýru framsetningu og hrósa honum fyrir umgjörðina á þessu fundi. Maður gæti haldið að maður væri á einhverju stóru ráðstefnu út í Brussel. Segðu mér þá. Ef að taka reikningarna sér eða að taka Við viljum gjarnan leggja það til að að gjaldkeri skýri nú reikningana og síðan höfum við umræður skýrslu formanns og reikningana saman á eftir. Já, þetta var mjög góð tillaga. Það er verið að bjóða okkur upp á kaffi núna. Og þá hlýðum við á Jakobínu Sveinsdóttir flytja okkur reikningana. Gjörðu svo vel, Jakobína. Ég ætla þá að kynna hér aðalrekstrarreikning ársins 1996 sem sagt sem kom frá endurskoðanda. Og þá byrjar þetta sem með rekstrartekjum og það er félagsgjöld 7.639.200 og aðrar tekjur 128.725, samtal 7.667.925 og sem sagt gula er það til samanburðar frá 1995. Frá því fyrra. Og rekstrargjöld greitt vegna framkvæmda, það er sem sagt til Kópavogsbæjar 5.200.000, símakostnaður 66.907, frímerki og gíraseðlar 214.535, ritföng prentun á pappír 87.332, innheimtuþóknun 45.989, stefgjald 25.753, þóknun vegna auglýsingasölu 6.272, fundakostnaður á ristna 88.280, laun 755.600, tryggingagjald 38.887, gjaldfærð fjárfestinga 0, rekstrarvörur og smáverkfæri
6.900, rekstur tölvukerfis 194.146, viðhald áhalda er 0, viðhald húsnæðis og þrif 942.576, húsaleiga 339.696, rafmagn 34.156, hiti 14.705, arðkeyptur akstur 1.300 krónur, filmur og framköllun 32.765, kaffi og matarkostnaður 23.375, reikningsleg aðstoð 94.620, lögfræðikostnaður er 0, áskriftir 110.788, ýmislegt 10.000 og afskrifaðar viðskiptakröfur 22.400. Samtals er þetta 8.356.982 og þá er það tap án fjármagnsliða 589.057 og fjármunatekjur, það eru vaxtatekjur eru 36.212 og vaxtagjöld 65.414, 29.002 og þá segir endurskoðandi tap 618.059. Það má náttúrulega skýra það strax hérna að þetta svokallaða tap kemur út af því að við höfum lagt út fyrir kostnaði við þrif en það er ekki uppgert ennþá hlutur bæjarins og þess vegna kemur þó þessi mismunur á aðalrekstrarreikningi. En sko nánar síðan reikningana má svo sjá sundurliðun á hverju reikningi hérna fyrir aftan. Og bara segi takk fyrir. Þórir Steingrímsson tekur til máls. Ég þakka Tryggva fyrir þessar spurningar því að það mjög þarfar. Sko, við höfum, það alveg rétt þarna, það eru þarna ákveðin rekstrargjöld hvað varðar bifreiðageymslurnar, en hins vegar með garðinn sjálfan, það er alfarið á vegum Kópavogskaupstaðar. Við berum engan rekstur af garðinum sjálfum, en hins vegar eigum við þakið á bílageymslunni sem að garðinum hvílir á og við þurfum að sjá það. Eins og þetta kom fram í lóðaleigusamningnum þá er það Kópavogskaupstaður sem ber allan kostnað af þessum almenningsgarði. Ef að þetta svara spurningunni Tryggvi. Og svo hitt með þrifin, jú það er rétt. Það var þannig í samningunum við Kópavogskaupstað þegar að samið var ákveðna fjárhæð. Þá var sú fjárhæð áætluð á árið 1996 af hendi Kópavogskaupstaðar 600.000 krónur í þrif. Ég samdi við Kópavogskaupstað þetta og þá var talað þessa fjárhæð sem heildarkostnað af þrifunum. En það kemur hvergi fram í textanum. Og þess utan hefði mátt kveða skýrar að í samningnum að þessi 600.000 væri þessi 55% hlutdeild Kópavogskaupstaðar í þrifunum. Að þessi 600.000 væri framlag hans og við svo myndum aftur á móti annast 45% bara með okkar hætti. Þeir voru ekki ginnkeyptir fyrir þessu hjá tæknideild og sögðu nei, við ráðum þessu auðvitað öllu og 600.000 sem að fór í þetta er heildarkostnaður þannig að þið eigið eftir að greiða tilbaka af því 45% ykkar. Þannig að ég fekk þetta svar núna fyrst í morgun Tryggvi og þess vegna er það skýringin á því af hverju þetta var ekki komið fyrir endurskoðendurna á sínum tíma þegar þeir gerðu sína skýrslu. Takk fyrir. Eru einhverjir fleiri sem að vilja taka til máls undir þessum lið? Sigurður eða ekki? Sæmundur. Gjörðu svo vel.
Það er Sæmundur Þorsteinsson sem tekur til máls. Fundarstjóri, góðir fundarmenn. Ég ætla nú ekki að hafa þessi orð mín mjög mörg, en það eru vissir þættir í þessum reikningi sem er langar svolítið til þess að spyrja og fer vinsamlegast fram á það að ég fái svör við því, sem ég kann að spyrja Og þá ætla ég nú að hefja lesturinn hvað líður. Sko, eitt sem ég rek dálítið hornin í hérna, það er símakostnaður sem mér finnst andskoti hár, fyrirgefi ég nota ljótt orð. Og nú vil ég fá skýring á því hvers vegna og af hverju og hvers vegna er það svona hár. Er svona mikið að vera í þessu batteri þarna úti og ennþá ætla ég að halda áfram. Og býtu nú, svo kemur nú hér sko rekstur tölvukerfis, sem mér þykir nú ekkert ofvæntum eins og Þórir veit sjálfur 194.000. En Guð sé að þakka það að það þú lækkað frá því í fyrra. En hins vegar sýnist mér eftir fara á reikningunum að við munum koma með út nokkuð stórt tap í sambandi við þetta batteri. Og þá spyr ég, er ástæða fyrir okkur til þess að halda þessu áfram í þessu formi? Ég svara fyrir mig og segi nei. Afdráttarlaust segi ég nei vegna þess að ég hef gert ráð fyrir því að þetta væri nokkuð sem að stæði undir sem þó skilaði ekki hagnaði, að þá vil ég absolutt að við gerum það upp við okkur hvort við viljum hafa þetta eða hafa það ekki. Ég vil ekki hafa þetta meiri í bili, ég kemst ekki aftur upp. Takk fyrir. Eru einhverjir fleiri með fyrirspurnir eða ábendingar? Þórir Steingrímsson ætlar að svara þessum spurningum Sæmundar. Gerðu svör, Þórir. Já, ég vil þakka Sæmundi fyrir þessa góðu spurningu sem kom þarna fram að gera að spyrja þessa liði sem þarna eru. Það er rétt. Símakostnaðurinn er hár því að það er mikið að gera þarna. Það getur vel verið að eins og hann sagði í lokin, hann Sæmundur bara leggja þetta batteri af. Hvernig er hægt að leggja húsfélag af? Hvað eru menn að fara? Auðvitað reka menn augun í þennan símakostnað því það er hringt mikið og svo þess utan að þá er tölvukerfið, innheimtukerfið er skjálínu tengt Íslandsbanka og það er auðvitað í stöðugri notkun og þetta er bara liður í sparnaði að hafa þetta svona. Því ef þetta er ekki svona, þá er það bara með öðrum hætti og dýrari. Það er svo einfalt. Tæknin er bara, hún er svona og þeir sem er tölvukerfið, ég ætla ekki að vera að halda eitthvað fyrirlestur tölvukerfi, hversu nothæft það er í bókhaldi. Ég vildi gjarnan einhver annar tæki það að sér að upplýsa Sæmund það, hversu tölvan sjálf er hagnýt, en ég held allt samfélagið, allt þjóðfélagið sé sammála mér því, þó að hann sé það ekki. Og þetta með það að skuli vera minni kostnaður við tölvukerfi núna er svo lítil hættumerki vegna þess að þið athuguð það að þegar uppfærðir eru reikninga mánaðarlega, skuldastaða hvers og eins í þessu innheimtukerfi, það er fært inn mánaðarlega 226 færslur með mismunandi upphæðum, mismunandi gjaldfalli og öðru slíku, útreikning og slíku, þá safnast inn í tölvubankann heilmiklar upplýsingar sem bólgna út þessar upplýsingar. En þetta er ekki á pappír, en Guð minn almáttugur ef þetta hefði verið á pappír. Og ég get sagt ykkur eins og að það getur vel verið að koma í þeir tímar að þurfa að endurnýja ennþá meira þennan tölvubúnað vegna þess að þetta er liður í sparnaði að hafa það með þessum hætti.
og hagræðingar fyrir alla. Það vita allir nákvæmlega hvernig sín staða er. Ég get sagt út dæmi að í einu stigahúsi hér í Hamraborginni þá var bara lengst framan að þó þetta tölvukerfi hefur komið í gangi á okkur, þá var einn ágæti skjaldkeri í einu stigahúsi, hann skrifaði alla sína seðla og hann var sko mörgföld að því að meðan tölvan okkar að því kannski á einu kortir, þá er hann mörgföld að því. Og hvað svo? Mikil pappír, margir gíróseðlar. Hverjum hefur að skemmta þarna öðrum með skrattanum? Svo ég vil segja og svara Sæmundi því, það er rétt, það er mikil aksjón í þessu Hamraborgarráði. Og ég get nefnt sem dæmi, einn bíl sem lekur í geymslunni, hann kostar ekki 10 símtöl, hann stundum kostar 20 símtöl með alla aðila. Það þarf að hafa upp á skráðum eiganda. Skráður eigandi þarf að segja svo hverjum hann seldi bílinn. Sá þarf svo að segja okkur hverjum hann seldi bílinn. Og svo í þriðja lagi sá eigandi þarf að segja okkur hvert hann fór með bílinn og hverjum hann seldi. Svo þurfum við að hafa upp á þessum, sem á bílinn, hvað er hann? Hann út á sjó. Það þarf að hringja til hans. Það þarf að gefa kost á því að koma, bílinnum út innan ákveðs tíma. Þetta er vinna, get ég sagt ykkur, að standa í þessu. En þetta verðum við að gera og það er skýring á því að það er mikið að vera. Nú er ég bara að tala um einn bíl, ef ég talaði alla bílana. En þetta er sá liði sem við tókum að okkur og við þurfum að sinna þessu. Þetta eru okkar geymslur. En ég samt sem máli, ég hvet ykkur til að koma með fleiri spurningar, en það er skýring á þessu öllum. Takk fyrir. Það var lóðið. Eru fleiri sem vilja koma fyrir spurnir? Sæmundur, já, gjör svo vel. Gjör svo vel. Já, fundarstjóri, ég er með hérna pínulítið annað sem ég langaði að spyrja hérna. Þannig að þetta fljótur á mér á þeim. Já, þannig að rekstrargjöld er greitt vegna framkvæmda. 5.200.000. Er það ekki rétt hjá mér? Svo kemur kostnaður við innheimtu, já, 39.000 símakostnaðurinn, lækkaður hér sé ég er. Svo kem ég hér að öðru sem ég langar að veita, reikningsleg aðstoð. Ég er að fá nánari skýring á því, hvað það er. En það er enda 0, svoleiðis að það kemur ekki til þess. En svo er annað sem kemur hér, það er hreinlætiskostnaður. Það er, já, hreinlætiskostnaður.
viðhald og þrifi bílageymslu 875.937 krónur. Kaffi og matarkostnaður, risna og gjafir. Hverju vorum við að gefa? Og hvers vegna? Ég ætla að fá svör við því líka. Og það nú þetta sem er líkur á hjarta núna þessa stundina, það heitir vel verið eitthvað meira á eftir, ég veit ekki. En það þetta sem er langað til þess að fá að vita nánar Svo kemur hér skýringar og sundurliðanir til liðnum 2 hér á öftust síðu. Inneignir hjá húsfélögum. Hamrabók 16.12.000, Hamrabók 20.900 og 32.60 og 3.600. Ég spyr bara vegna þess að ég veit ekki, er þetta óinnheimt sem við eigum útistandandi eða hvað er þetta? Og svo af því sem hérna formaðurinn sagði áðan í sambandi við þrifin í bílageymslunni. Já, það getur vel verið að það sé ágætt, ég ætla ekki að dæma það. En mér finnst það engin sérstakur þrifnaður, því miður verði ég að segja það eins og er. En svo er annað sem hefur hvarflaði mig líka í sambandi við það að við getum lækkað okkar kostnað eitthvað svolítið. Og það væri það að það myndi jafnvel hver og einn hafa eða sjá sig í því að hreinsa hver frá sínum dyrum. Ég hefði gaman að heyra frá fólki hvernig ég litist á þann hlut, þann þátt þessa máls. Það gæti kannski orðið til þess að lækka eitthvað annað og þetta reynda líka. Takk fyrir í bili. Já, þakka þér fyrir Sæmundur. Og þá mun Þórir Steingrímsson svara þeim fyrirspurnum sem þegar hafa borist hér. Þessu verð, Þórir. Já, enn og aftur þakka ég spurningarnar. Þarna kom frá Erni Þorvaldssyni skildi ég ekki rétt, Örn, af hverju þessi reikningar væri settur upp svona? Ég hefði viljað að reikningarnir væri skýrðir út fyrir manni bara beint og hvert við bara við. Já. Nú, viljið þið hérna að ég lesi upp alla reikningarna fyrir ykkur? Nei, ég vil þú lesið þessi rekstrargjöld og skýrir þau nokkurn út. Alla vera næstu liðina, hvað er innifalið þessu? Ég skal þá bara fara yfir þessa liði á, eins og við töluðum, sko hérna á það að tala rekstrargjöld. Já, sko greitt vegna framkvæmdina, það þarf nú ekki að tíunda það, þessa hérna 5.200.000, þetta afborganir af þessum framkvæmdasjóði. Símakostnaðurinn, við tölum hann áðan, frímerki og gíróseðlar, það skýrir sig alveg sjálft það ekki. Ritföng, prentur og pappír, það skýrir sig líka sjálft það ekki. Innheimtu þóknun, það skýrir sig sjálft. Stefgjald, það er það vegna þess að við erum með þessa Hamraborgarrás og það er ákveðið lög og samkvæmt gjald til þess að greiða ákveðið stefgjald af hverju hljóði sem er á þeirri rás er. Þóknun vegna auglýsingasölu, það er, ég kann nú ekki alveg skýringu til að Jakobína getur gefið einhverja skýringu á þessum lið, en vegna auglýsingasölu, ég get ekki að... Já, heyrðu, já, er ekki það sem að, hérna, afskrifað? Nei, það var afskrifað, já, það var innheimt, sko, það var afskrifið, það var átti að koma þarna en það var afskrifað. Fundarkostnaður á risna, til dæmis á þessi fundur, þetta er mikill fundur, auk þess að hefur við haldið nokkra fundi líka í Hamri og við hefum bara, já, við hefum fengið okkur kaffi, það er þessi risna. Nú, Jakobína getur kannski gefið ykkur frekara skýring á því, ef að þið viljið. Nú, laun er þessi þóknun til stjórnar eins og flest ykkar vitið. Þið sjáuð að
það er svolítið hækkun á því, ég kann nú ekki skýringa á því, en já, og Stins, já, það var hækkað, sko bréfberinn, eða hann fekk þarna launahækkun hjá okkur, hann bað aðeins hærri þóknun fyrir það að bera út. Hann er búinn að vera hjá okkur svolítið tryggur og góður og staðið sig vel. Hann fór fram á launahækkun og það var gengið að því. Og það er svo Sveinbjörg, já. Það er bókarinn okkar, já. Það er aðalaunin, já. Tryggingagjaldið, það er ekki að skýra það. Og gjaldfærð fjárfesting, Jakobína, hvað er? Það er 0, já. Svo kemur rekstrarvöru og smáverkfæri. Þetta er nú það eins og þarf stundum í umsjólakerfið. Það þarf stundum að gera við leiðslur og þess háttar. Og það er farið út í þetta. Jafnvel líka tölvuna. Og rekstur tölvur, það fer líka þá undir þann lið að það er rekstur tölvukerfis. Nei, ekki rekstrarvöru og smáverkfæri. Nei, það má skýra það þannig að diskurinn hjá okkur hann hrundi vegna þess að hann var á smál. Harði diskur í tölvum. Já, og hann yfirfylltist og hann fraus og hann hrundi. Nei, vinnan var alveg rosalega við þetta. Að endurheimta gögnin. Já, svo bilaði tókinn tvisvar. Það forrit sem bilaði að svo innheimtu forrit í tókinn. Húsaleigan, já, viðhald húsnæði og þrif, þið stöldruð við það. Við lögðum, eins og þarna kom fram, við lögðum út 600.000. Þessi þrif þáttur, það var greiddur samkvæmt í skjóli þessa samning sem gerði á Kópavogskaupstað. Þá voru greidd þrifkostnaður lagt út fyrir 600.000. Það er nú megin þátturinn í þessu. Og það er í þessu líka merkin og dyrnar og uppsetning og ljós. Já, nú það er bæði viðhald og þrifin, já. Það er viðhald, já, það er merking á dýrunum sem var þarna á hverju útidýri þarna í geymslunum, númerinn, ljósinn og það. Já, það er rúm 600.000 sko, sem fór í það. Nú húsaleigan, hún er nú samningsbundin eins og þið vitið. Það var gerður hérna árið í nóvember 1993 að með minnir samningur við sameign 14, 38 og 16 sem að Hamar er í núna. Nú rafmagnskostnaðurinn er nú þarna í kringum það og hiti líka eins og þið sjáið. Aðkeyptur akstur, það var út af því að við keyptum flutning á málverkum sem fengu að hanga uppi í heilt ár. Þannig það er þetta, filmur og framköllun var ljósmyndun í kringum það og eitthvað meira var ekki eitthvað, já, síðan kemur kaffi og matarkostnaður, hann er nú svona eins og við töluðum. Síðan kemur reikningslega aðstoð sem er endurskoðandinn. Og lögfræðiaðstoðin, hún hérna var engin á þessu ári, hún var í fyrra. Og áskriftir þarna, 110.000, er þetta frá hún og Karl, eða Jakobína? Já. Sko áskriftir, það er mislukkuðust eins og maður segir. Það var farið út í það að bjarga þarna kapalkerfinu. Það fór út í innheimtu hjá honum, þarna er diskópurinn og þeir voru eitthvað 100 mann sem að skrifu undir kvaðningu, eða þar sé að kvaðir, þau ætluðu að greiða þetta en þau gerðu það ekki. Svo það þýðir einfaldlega það að þetta eru, já, tapa fé ef að svo ber undir. En hann er með þessa yfirlýsinga í höndunum, hann Karl, og
Það hefði nú verið gott að hafa hann hérna til þess að útskýra fyrir okkur en hann er það nú ekki. Þetta ýmislegt kann ég ekki að skýra. Hvað sér þið? Já. Jú, það er því sjáið, já. Já. Nú síðan afskrifa viðskiptakröfur, ég þekki það ekki, veit ekki hvað það eru. Þetta er svona í hnotskurn, Örn. Já, það var litið. Já, risna og gjafir. Það er það sem ég get ekki svara fyrir vegna þess að ég var ekki viðstaddur á þeim stjórnarfundi því að það var tekin ákvörðun það, þannig að hún geti eflaust útskýrt það fyrir okkur Jakobína. En á ég ekki að halda áfram að svara hinum áður en kemur að þeim lið með liði fundarstjóra. Já, þá uppfærsluna, Örn, þá get ég eiginlega ekki annað sagt að það bara vísa til endurskoðandana að þeir vildu hafa reikningana uppfærða svona með þessum hætti eins og þeir eru. Þessi löggiltu endurskoðendur. Síðan hafa henni félagskjörnu, þeir hafa farið yfir þetta og þetta er þeim mjög ljóst, þessi uppsetning eins og hún er, þannig að það var mjög þá gott að fá athugasemdir frá ykkur ef að ykkur finnst eitthvað óljós uppsetning á reikningunum að því að hafi þá sambandi við hérna félagskjörnu endurskoðendur. Nú, já, ég svaraði þessu Sæmundur hérna með reikningslegu aðstofuna og innheimtukostnaðinn reynir. Auðvitað má þetta segja sér svo að færa hina á þessa liði undir hvort annan, þetta er bara henni löggiltu endurskoðandi sem ósku eftir því að hafa þetta svona. Þannig að þá varst að tala um það að innheimtukostnaður falli undir rekstur tölvu eða hvað eða? Já, þú áttu það. Já. 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 Já, þetta er, ég skal segja það Reynir að þetta erum við búin að fara í gegnum undanfarin ár. Og ég get sagt þér það annars í dæmi að það var komið fyrir tillaga um það að þetta er gert eins og þú segir að senda reikningana heim. Slík tillaga kostar 40.000 kall. Já, ef að það er það sem að fundurum vill. En ég held að þetta væri alveg nógu vel skýrt og þetta sé mjög glöggir reikningar og þeir gefa mjög góða mynd af þessu. En ef að það verður upp á, þá er það allt í lagi. En hvar á að taka þá peninga? Þá þurfum við að hækka okkur. Nei, við skulum ekki vera að gera grín af þessu. Við höfum áður talað um þessa hluti og við höfum alltaf haft þetta svona. Að þegar að við getum ekki senda reikningana til húseiganda fyrir en að löggiltir endurskoðendur hefði fært það upp og félagskjörnu endurskoðendur hafi undirritað á. Annað er tóm vitleysa. Nú, síðan inneign hjá húsfélagunum. Ég er satt að segja búin að fá nokkra skýringa á þessu hjá hennum löggiltu endurskoðendur sem uppfærið að segja þetta sem gamla syndir frá því í gamla daga. Já, það er bara Jakobína að gera það skil. Og ég er sammála Sæmundi því að þrifin er ekki góð. Ég er sammála því og við getum lagt okkur meira frammi þegar að halda geymslan á hreinum og hvet alla til að gera það. Takk fyrir. Já, Þórarinn er kominn á sínu og þá tekur Jakobína Sveinsdóttir til máls. Það er þarna í sambandi við gamla skuldir að Tryggvi Þórðarsson, ef hann er hér enn, þá man hann það kannski að húsfélagið á 32 neitaði að innheimta gjöldin og við lentum í mesta basli
og fengum hluta af þessu greitt, en greinilega ekki nema hluta, og það bara náðist aldrei í gegn. Og þetta stendur á mínum mati þannig í dag, þetta síðan 1992 á að giska, þegar húsfélögum voru að innheimta, og að þetta sé í rauninni fyrnt. Síðan fundakostnaður og risna, það gerðist að formaðurinn átti stóramæli síðast ári, og það var ákveðið í stjórninni að kaupa lítinn hlut sem þakklætisvott fyrir það starf, mikla starf sem hann hafði lagt að höndum, hvað ég segi, sjálfboðavinnu í mörg ár. Og það sem við bara samþykktum það á fundi og fórum út að borða í stjórninni með því fólki líka sem hafði unnið kauplast einnig í mörg ár, og sem þá smá þakklætisvort fyrir vel unnin störf. Takk fyrir. Já, við þökkum Jakobínu. Þetta er orðnar allnokkrar og ágætar umræður. Eru fleiri sem að vilja koma með einhverja spurningar fram varðandi reikningana? Nú, ef svo er ekki, já, býttu nú við, já. Reynir? Já, þakka þér fyrir. Það er nú svo þegar farið er að spyrja og ræða, þá koma nú skýringarnar yfirleitt í ljós, og satt að segja þá finnst mér nú þessir aukningar vera ákaflega skilmerkilega settir hér upp og framlagðir. En eru nokkrar fleiri fyrirspurnir? Nú, ef svo er ekki, þá látum við umræðum lokið. Og ég vil leyfa mér að bera þessa reikninga hér upp og biðja þá sem að samþykkja þá að gera svona rétta upp hendi. Takk fyrir. Er nokkur á móti? Reikningarnir eru samþykktir með meginþorra atkvæða gegn einu. Þá er hér næst á dagskráni að kjósa formann og síðan stjórnarmenn og varastjórnarmenn, og það er fyrst eigum að kjósa formann, og það er hér tillaga Þórir Steingrímsson. Eru fleiri tillögur? Eru fleiri tillögur formann? Það berast ekki fleiri tillögur formann og er því Þórir Steingrímsson rétt kjörinn formaður til næsta starfsár. Ég óska Þóri Steingrímssyni til hamingju með endurkjörið og veit að hann á eftir að standa sig vel hér eftir sem hingað til. Þá er hér tillaga aðra í stjórn. Það er skiptir ekki stjórnin verkefni? Jú, það er ekki. Það er tillaga Jakobínu Sveinsdóttur, Jóhönnu Sveinsdóttur og Birgi Þór Borgþórsson, er það ekki? Eru fleiri uppástungur? Eru nokkrar fleiri uppástungur fólk í stjórn? Þær koma ekki og lýsi ég því þau þeirra nöfn ég hef upplesið rétt kjörinn í stjórn næsta starfsár. Og þá eigum við að kjósa hér varamenn, og hér er tillaga Guðna Karlsson, Guðmund Sigmundsson
og Andrés Hilmarsson og Sveinbjörn Kristjánsson. Eru fleiri tillögur varamenn í stjórn? Svo ekki og lýsi ég því þau þegar nefn ég hef upplesið rétt kjörin sem varamenn í stjórn næsta starfsár. Þá hér tillaga endurskoðendur fyrir næsta starfsár og það Auðunn Snorrason og Ragnar Björnsson. Eru fleiri tillögur endurskoðendur? Nei, svo ekki og eru þeir því rétt kjörnir sem endurskoðendur fyrir næsta starfsár. En það á að kjósa varamenn líka. Það á að kjósa varamenn líka, annar Já. Nú var fundarstjóra á í messunni. Það þannig að þá á að kjósa einn endurskoðandi og annar til vara og það tillaga að Auðunn Snorrason verði endurskoðandi reikningana næsta starfsár og Ragnar Björnsson til vara. Breytir þetta nokkru það sem á undan var gengið? Það kom ekki fleiri tillögur og lýsi ég þá rétt kjörna sem slíka. Þá hér næst á dagskrá framlagning rekstrar og framkvæmdar áætlunar fyrir næsta starfsár og það Þórir Steingrímsson, nýkjörinn formaður, sem tekur að sér það verkefni. Gjörðu svo vel, Þórir. Ágætu Hamraborgarbúar, ég þakka ykkur trausti sem þið sýnið mér þá 5. árið í röð því að nú erum við að hausti komanda 5 ára gömul frá því að við reistum þetta ágæta húsfélag. Ég vil endilega þakka þeim öllu sem komið með þessar fyrirspurnir hérna áðan því að það allt þetta eins og Reynir sagði. Það að gera, spyrja og við gefum svör og þannig skýrast hlutirnir. Og það einmitt hér á þessum stað sem við eigum að ná saman og að tjá okkur og ég hvet alla þá sem eru heima við að reyna að koma næst á þennan fund og láta í sér heyra. Því að það margt sem að okkur getur orðið á í messunni, í stjórninni að sjálfsögðu og þá auðvitað þið að gefa okkur veganesti fyrir næsta aðalfund. Og þá ætla ég bara að halda áfram með Hamraborgarráðið þegar ég tala starfsár, fjárhagsáætlun og skipulag og framkvæmdir næsta ári. Að þá erum við að tala þessar reglur sem að við erum að ræða sem að við verðum að fara eftir. Og eins og við komum áðan þá var þetta með þrifin, þessi rekstrarþáttur, að við erum að reyna að hafa hönd í bagga með bænum hvernig þessum þrifum og rekstri og viðhaldi skuli hagað í geymslunni. Og þess vegna kallar á meiri samfélagsþátt okkar í því og eins og Sæmundur hvatti til áðan að við eigum ekki að hika við að láta heyra í okkur ef okkur finnst eitthvað misboðið varðandi þessa þætti í geymslunni. En samkvæmt þessum samningum eins og við vorum að tala að þá sem sagt staðreyndin þessum reglur, þær eru það svo biblía sem við verðum að fara eftir. Og ég get bara sagt ykkur það að við reynum að hafa eins litlar álögur og hægt en það verður tekið ákvörðun húsjóðsgjald á eftir. Og ég ætla að biðja ykkur endilega að íhuga það mjög vel að það hækkar ekki, ég veit ekki til þess að gjaldkerfið hafi nokkra tillögur það að hækki eða lækki, heldur það verður bara óbreytt og ég
legg það til að það verði óbreytt 4.400 krónur á ári og við höfum gert það núna síðastliðin 2 ár, haft það með þessum hætti og með því getum við haldið þessum hlutum í horfinu og en samt sem áður vil ég biðja ykkur að fylgjast mjög vel með í sumar og í haust þegar að það kemur að kynningu á því hvernig að tekið skuli á sprinklernum því að það eru þær framkvæmdir sem að bíða okkar í komandi framtíð. Að öðru leyti verður rekstur og framkvæmdir í geymslunni með sama hætti og var á síðastliðnu ári. Takk fyrir. Já, við þökkum Þórir fyrir þetta. Einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Sæmundur Þorsteinsson, gerðu svo vel, Sæmundur. Þetta er nú að verða eins og í Alþingi hérna skal ég segja ykkur í andsvörum á Alþingi en andsvörum er ekki lokið hér, sjáum munurinn en í samband við bifreiðageymslurnar og þrifin þar og allt það þá vildi ég nú benda ágætu nýkjörnum formanni sem ég óskar til hamingju með þetta á nýjan leik að láta sig nú hafa það að labba allar bílageymslurnar og sjá svo hvað stendur á skerminum gangið vel Þetta er allt okkar þegar ég sá getum aður. Ég held að nætti að fara þarna niður sjálfur og sjá hvernig þetta er. Það mætti halda þetta að vera í bílaverkstæði sumstaðar og að verstu gerð. Og ég segi bara það, ef við eigum að borga fyrir vinnu sem er ekki betur unnin en þetta, þá gef ég nú ekki mikið fyrir það. Þá hendum við nú peningunum fyrir lítið. Og ég held að við ættum bara að gera okkur grein fyrir því hvað það er sem við erum að borga fyrir og hvað það er sem við förum fram á að það sé gert. Alveg skilyrðislaust, ef að nú bara þetta verður svona, þá eigum við, okkur er skylt að gera það, að fylgja því eftir. Og ég er sannfærður það að formaðurinn hann lætur sig hafa það, að klessa sig svolítið, en á það til, það er allt í lagi að þekkja hann ekki undir öðru orði, en því, ef hann fær að láta deigan síga, já, með almáttugur. Þá lítist mér nú reynd ekki á það og ég hugsa að fleiri mun nú taka undir það. En sem sagt, elskuðu mín og góðu, þetta er það sem við þurfum að vernda alveg miskunnlega sem við getum. Og rykið og ógeðslegheitin þarna inni er svo ferlegt að það tekur engu tali. En svo er aðeins smá innskot varðandi nokkuð sem ég nefndi hér fyrir árum áður, það nokkuð langt síðan. Þá var ég að tala við Gunnar Stefánsson vin minn og var að biðja nokkuð að mér kæmu úr Fílabeinshöllinni sinni hérna í Hvítahúsinu. Hann kannast nú ekki innan að Fílabeinshöll, en það sem var að gerast þá var það að við ætluðum að fá þráð, sem sagt að við fengjum nú að vita eitthvað pínlítið hvað væri verið að gera í Hvítahúsinu. Ekkert mál að gera þetta. Hvað stöndum við núna gagnvart því? Erum við búin að fá það á skjáin hjá okkur að það séu hérna bæjarstjórnarfundir? Við eigum líka kröfu á því bæjarbúa að fá að fylgjast með því sem þar gerist. Ef ekki Guð minn, hef ég ekki rétt fyrir mér, ég spyr. Hvað finnst þér? Ég þakka fyrir, ég segi mér í bíli. Þakka þér fyrir, Sæmundur minn. Ég var heppinn að spyrja Þórir áður en þessi fundur byrjaði hvort að hann hefði nokkuð skoðað nánar frá síðasta fundi þá möguleika að sjónvarpa í gegnum ykkar ágæta kapalkerfi frá bæjarstjórnarfundum. Og jú, hann sagðist hafa athugað það og það hefði verið ákveðnir tæknilegir örðugleikar á því sem að líklega væri búið að yfirstíga, en svo langt komið með það. Þannig að það er ómögulegt að segja nema að þetta fari nú að gerast. En Sæmundur, það er nú mjög stutt hérna á milli, það væri nú gaman að sjá því stundum.
Já, ég er nú hræddur um það. Allir bæjarstjórnarfundir eru opnum öllum bæjarbúum. Það vitið þið. En ég er að syndga hér upp á náðina sem fundarstjóri. En Þórir Steingrímsson tekur til máls. Það verður nú að segjast alveg eins og ágætu fundarmenn, það er hressilegt að fá að Sæmundi hingað upp, því að það er gott að einmitt að heyra mann sem er auðvitað vanur því að láta heyra í sér og breytir upp á ýmsu skemmtilegu. Það er alveg rétt hjá Sæmundi. Það þarf að ganga betur og formannum er ekkert og gott að fara og skoða geymslurnar, alveg rétt. Og það hef ég gert, en mig svíður sáran að hafa ekki peninga til þess að geta hvatt út lið til þess að þrífa. Og ég get ekki heldur fara á banka upp hjá íbúum og sagt fyrir hérna Guðni, það er svo skítugt þarna í kringum, getur ekki tekið sópinu aðeins og svona sópað. Því að þessar 600.000 krónur sem að voru ætlaðar eitthvað löngu upp urnar. Og þess vegna fór ég fram á það við bæina þegar hækkuðu þessa fjárhæð. Svo við getum fengið meiri peninga í þrifin og haft það þrifalegri í kringum okkur. Þannig var það hugsað. Og þannig verður þetta lagt fram fyrir næstu samninga. Sem ég talaði við Þórarin Hjaltason í morgun, að þá sagði hann auðvitað, þá þurfum við að gera nýja samninga og þá auðvitað nýja fjárhæð. Og auðvitað fer ég fram á meiri pening og þá vonast ég til að það verði þá þrifalegri í geymslunum. Þetta er alveg hárrétt hjá honum Sæmundi. Og svo með bæjarstjórnina, það er rétt, sem að Guðni kom inn á þann, það var í gærkvöldi sem að við leystum þetta tæknilega vandamál, en ég get nú bara sagt ykkur bara svona í gríni, að það komst ekki lag á kabalkerfið eða útsendinguna hérðan fyrr en við sóttum rafmagnið heim til okkar sjálfra. Við þurfum að leggja rafmagn úr okkar blokk hingað í bæjarins hús til þess að fá óbrenglaða mynd, að öðru kosti fyrir allt á skjön. En þetta uppgötuðu ekki fyrir í gær. Svo að nú máli leyst og ég bara býð þó svo bentur eftir því ef að okkur tekst að koma einhverju nefnd á stað til þess að ræða þá við bæjarráð, koma einhverja ákveðna tillögur í því sambandi til að gera tilraun með þetta, því jú, allt hérnt Jónas, það er að koma kosningar. Og það sakar ekki að gefa þessu ágætu herramönnum tækifæri á aðeins að láta ljósið skína í þessu miðli sem að nú er gangandi hérna hjá okkur. Og að öðru leyti þá vil ég þakka ykkur kærlega fyrir mjög góðar fyrirspurnir sem að hingað hafa komið. Takk fyrir. Þakka fyrir, Þórir. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki og höfum við þá lokið umræðum Nú, fyrirgefið þið. Það er að koma tillaga það rétt strax. Já, það verða opnar umræður þá tillögu þegar hún kemur. Og þá er ótt að segja að það sé lokið umræðum hvað var það 5. lið. Og þá kemur hér 6. liður sem er ákvörðun hússjóðsgjald. Og fyrir liggur tillaga að það verði 4.400 krónur. 4.200 krónur. Og þessi tillaga er þá til umræðu hér. Er einhver sem vill taka til máls þessa tillögu? Já. Þá þakka þér fyrir. Jakobína Sveinsdóttir svarar þessari fyrirspurn.
Þetta gjald nú búið að vera, sko, þetta hækkaði í 4.200 í fyrra, sko. Þá hækkaði 400 krónur, en þá var það búið að vera, sem sagt, það í 2-3 ár, sko. Svo það það farið fram hjá þér, en þetta skiptist þannig niður, þetta skiptist 1800 krónur sem fara til Hamraborgarráðsins, 2000 krónur fara í Hamar og 400 krónur fara í Kaupmannahöfn. Og þetta tillagan okkar sem búið að vera núna þetta gjald í 1 ár og við leggjum það til að það verði óbreytt og sama með það framkvæmdasjóðinn 2500 krónur á mánuði. Hvenær var það samþykkt að hafa þessu upp á aðalfundi? Aðalfundi í fyrra. Já, síðasta aðalfundi. Já. Það bættist við 400 krónur, það var ákveð í fyrra, sko. Og síðan bara man ég ekki lengra aftur, ég man ekki dagsetninga, sko. En sennilega ári áður eða 2 árum áður, sko. Við þökkum Jakobínu fyrir þessar upplýsingar. Húsgjaldið ákveðið á hverjum aðalfundi. Eru fleiri sem vilja taka til máls þessa tillögu? Svo virðist ekki vera og vil ég þá bera þessa tillögu upp og biðja þá sem að vilja samþykkja hana að gera svona rétt upp hendi. Takk fyrir. Er einhver á móti? Tillagan er samþykkt með meginþorra atkvæða samhljóða. Þá erum við komin að síðasta lið á dagskránni og hann heitir önnur mál. Er einhver sem vill taka til máls undir þeim lið? Sæmundur, gerðu svo vel. Fundarstjóri, fundarmenn, gott kvöld, komið blessuð einu sinni. Heyrðu, það var eitt sem við langar að spyrja og ég gleymdi áðan. Og það var með svokallaða nefnd sem að hét 13 manna nefnd. Hvað var það af henni? Var hún ekki trausts og haldsformanni úr stjórninni, ef ég maður rétt? Var hún bara jarðsungin í kyrþey? Ég hef ekkert orðið var, það voru 2 þarna í mínum stigagangi sem voru þarna tilnefndir til þess að vera annar en hún reyndar út í löndum núna, ég veit ekki hvað langt hann er í burtu, en hinn kom nú hérna áðan. Ég veit ekki til þess að hafi komið nokkur tilkynning í minn kassa það að þetta fólk ætti að mæta þarna út. Er það eitthvað, er formann eitthvað hrættur við þetta fólk? Já, ég skilji það svo. Hann hefur verið hingað til hugdjarfu, svoleiðis að maður ætlar nú ekki fara eignun að sé eitthvað hrættur. Já, en ég ætla nú að halda á. Svona að tala um þetta. Það var í sambandi við önnur mál. Og þá brennur nú heitast á mér, en þá skal ég segja ykkur bílageymslan okkar og þar á ég ekki við húsið sjálft. Heldur hvernig er umgengnin er þar og hvað við höfum af þessum drengjum á þessum hjólabrettum sem eru að keyra okkur gamla fólkið á köflum. Og það er margsinnis búið að tala um þetta. Bæði við formanni hér og fleiri ágæta menn og mér skilst að það sé þeirra niðurstaða. Þetta á bara að vera svona. Við getum ekkert gert. Hvers vegna geta þeir ekkert gert? Var verið að búa til eitthvað hérna skal ég sér Ingólfstorg hérna í Kópavogi eða heitir það Hamraborgstorg? Fyrir þennan lýð. Ég leyfi mér að orða það lýð og ég hef hort á það sinn eftir sinn að það hefur komið fólk, ég veit ekki hvaðan, með sína stráka og hleypt þeim út með sitt rast til þess að gætu verið þarna inni. Og nú spyr ég, er ekkert sem heitir til ráða gagnvart þessu? Ég spurði Þórir vin minn daginn, hann segir,
Já, við getum nú ekki banna neinum að fara í gegnum bílageymsluna, segir hann. Nei, þá spurði ég á móti, er þetta leikvöllur? Ekkert svar. Svo ég hugsaði, mér finnst þetta ekki nógu gott, svo ég lét mig hafa það að fara inn á lögreglustöð í dag, ekki til þess að klaga, heldur til þess að fá upplýsingar. Og ég fékk þær. Og það var yfirlögregluþjónninn, hann heitir Magnús Einarsson, mikill sómamaður, og ég skýrði þetta fyrir honum hvers vegna það væri sem að maður væri að argast í þessu. Það var ekki fyrst og fremst ég væri að hugsa mína limi sem ekki kannski orðið mikil fyrir því, ég veit það ekki, en hvað það? Svo eru verðmætin okkar þarna inni. Ég spyr bara, er þetta fólk tilbúið að greiða fyrir það sem kann að gerast, fyrir nú utan hörmungar ef eitthvað skeði með þessi blessu börn? Ég spyr, og mér er alvara og mér er þungt í brjósti fyrir út af þessu. Þá segir ég við Magnús, hvað má ég hafa eftir þér? Það skal ég segja þér strax. Ég er ekki með það skriflegt, ég er með það munnlegt og ég skrög ekki upp á hann frekar nara. Hann segir, það er skylda Kópavogskaupstaðar að setja upp merki þarna í bílageymslunni ykkar sem að taka af öll tvímæli það að svona lagað eigi ekki að eiga sér stað þarna inni. Og eigi alls ekki þar að vera. Og ég segi nú með leyfi forseta eins og segja á þingistundum, að Guðnavinur minn, hann veit að ég er að fara með rétt mál og honum er alveg óhætt að tala við Magnús og bera þetta upp við hann og spurja hann að því hvort það ekki er rétt sem ég fór með. Og nú fer ég fram á það í eitt skipti fyrir öll hér og nú að þessi hlutir verði afgreiddir á þennan máta og ekki nú með það og merkingar verði gerðar þarna í bílageymslunni þannig að fólk þurfi ekki að vera eins og útlendingar í stórborg þegar það kemur að það. Svo er annað, það er keyrslan upp frá Ólís og upp. Það kemur varla fyrir sá dagur að maður mæti ekki bíl á móti sér. Á móti sér, takk eftir því. En hægra megin, ég er náttúrulega ekki hægri sinnaður, það skiptir ekki máli. Þar mætti koma svona skilti sem ástæði það sem allir hljóta skilja. Það má ekki keyra það niður. Hvað finnst einhverju að ég óska eftir að ræði þetta? Ég ætla ekki að hafa minn og fleiri í bíli, ég kem kannski eina ferð enn, ég veit það. Já, þakka þér fyrir, Sæmundur. Ég skal gjarnan taka þetta upp að ef það hjálpar þessu máli að það verði sett upp skilti þar sem að greinilega er bannað að vera á hjólaskautum hér í geymslunum. Við höfum svo sem heyrt af þessu vandamáli og við höfum vitað að menn hafa verið að reyna að vinna á móti því, en þar sem að blessaður ungdómurinn er nú, og ég vil nú helst ekki nefna því nafni sem að Sæmundur gerði áðan. En þá getur nú oft verið erfitt að hafa áhrif á það. Þetta er ungt og leikur sér, var einhvern tímann sagt. En í sambandi við akstursstefnurnar þá hélt ég að það væri allt saman merkt hvernig mætti keyra inn og út úr bílageymslunni. Og þá er það náttúrulega bara eins og hvert annað umferðarlaga brot ef það er ekki gert. Og mjög merkilegt ef að menn er eitthvað að keyra í vitlausar áttir hér geymsluna. Þetta var nú bara innskot frá mér, en næstum tekur til máls Þórir Steingrímsson. Enn og aftur þakka ég Sæmundi. Sko, ef það er vilji hjá íbúum að takmarka aðgang að geymslunum, þá auðvitað það í fullu samráði bæinn. Bærinn hefur allt hérnt eins og þetta hefur fram komið. Hann hefur allt ákvörðunarvald á sinni hendi. Við getum komið því á framfæri við bæinn að hann sjái til þess, eins og ég sagði áðan, við getum ekki bara vegna þess að börnin eru með hjólabretti. Það er ekki það er hávaðinn og það er þessi skarkali og þessi læti.
En við getum ekki bannað þeim að vera með hjólabretti, þá er eins gott að bara að reiðhjólum, bannað þeim að vera á íþróttaskóm eða bannað þeim að vera jafnvel svona klædd. Það má ekki ganga svo langt. Hins vegar er það mjög skiljanlegt að fólkið vill hafa næði og þá er þetta kallað til lögreglu og lögreglan kemur á staðinn og hún hrekur út krakkana vegna þess að þau eru mjög ólæti. Og ég tel það vera árangursríkara heldur það að vera eilíft að setja upp skilti. Og svo kemur auðvitað því að ef svo verður staðan að það verður að setja upp skilti við þessu, þá verður að setja skilti við öðru og svo þriðja og fjórða. Þannig að þetta verður bara skiltaborg þegar upp er staðið. En við erum sá sem áður að vera samtaka þetta og ég tek undir það með Sæmundi, það má hugsanlega koma því erindi til bæjarins að við óskum eftir því að bærin geri eitthvað. Við erum búin að gera það, við erum búin að senda erindi til bæjarins að þeir hlutist til það að geymslunum verði merktar með þeim hætti að þessi svokallaða hjólabretta notkun verði óheimil, en þeir hafa ekki komið því í framkvæmd ennþá. En við getum ekki, hvorki yfirlögregluþjónninn í Kópavogi eða við, bannað fólki að fara að því gegn, þó svo það haldi á brettunum. Sko, það er ekki hægt. Það er frjáls umgangur á meðan þetta er almenningssvæði, þá hefur hver og einn heimild þess að fara gegnum geymslurnar. En ef hann er með háa, hvort sem hefur hjólabrettið ekki, þá getum við kallað til lögreglu. Nú, við höfum með aksturinn að gera, við Guðni Karlsson og Svanhvíti Ingólfsdóttir og ég og Valdimar Lárusson, við ræddum þetta með hvaða hætti var þetta að koma í veg fyrir það að menn ækju alltaf niður brekkuna á móti umferðinni. Við komumst á þeirri niðurstöðu að það væri ekki hægt að gera með öðrum hætti en að hafa alltaf þessa örvar sem eru í brekkunni alltaf skýrar og hreinar. Það er eina sem hægt er að gera. Ef að menn taka það á sig að keyra niður, hvað þá? Hvað getum við gert? Séð hann Sæmund reyta hár sitt, það er eina sem við getum séð bara. En það gerist ekki meira. Nema við höfum þá bara vaktmann niðri, en þá er að koma á kostnaðarlið sem við viljum ekki leggja út í. Þetta fjallar þetta atriði. En ég veit að við getum núna lagt hart að bænum að sjá til þess að þrifin verði öflugri á næsta ári, eða þessu ári sem er að líða. Og ég á von á því, og þeir hafa meira að segja haft orð á því, að þeir vilja fela okkur að koma með tillögu að því, eins og Sæmundur kom að áðan, hvernig við viljum merkja okkar geymslur. En nú vantar bara mannskapinn í það að vinna þetta verk. Og ég auglýsi þá bara hér með eftir hverjum þeim sem vill að taka það að sér að gera tillögu um það hvernig bílageymslurnar skuli merkta niðri, svo að við séum ekki þessu útlendinga að leita að okkar eigin dyrum. Og öðru lagi að ég auglýsi eftir hverjum þeim sem er tilbúin til að taka að sér að safna saman tillögum hvernig við viljum hafa garðinn hérna, geislahlaðið eða geislagarðinn, hvernig við viljum hafa hann og geta þess að komið þeim tillögum áleiðis til bæjarins. Ég auglýsi eftir fleira fólki til að gera fleiri hluti, að koma á hérna svokallaða garðdegi þar sem allir hafa græna fingur. Ég auglýsti fólki til þess að koma af einhverju ákveðnum félagsskap sem að stendur grillið í garðinum. Og svo framvegis. Ég auglýsi eftir fólki til þess að vera með einhverja uppákomur í garðinum og eitthvað skemmtilegt félagslíf. Ég auglýsi eftir þessu fólki og býða velkomin inn á skrifstofu með alla sína hugmyndir til þess að gera á garðinu okkar betri og fallegri og allt okkar umhverfi. Því ég veit að Hamraborgin, hún er mjög ákjósanlegur staður fyrir okkur öll til þess að dvelja á og gera þetta að hinum skemmtilegasta reit jarðarinnar. Takk fyrir. Við þökkum Þóri fyrir þetta. Já, gjörðu svo vel.
Ég fæ það staðfest hér að þetta sé alveg rétt sem að þú ert að segja. Eru fleiri sem að... Já, gjör svo vel. Búinn. Þakka þér fyrir. Þórir Steingrímsson ætlar að svara þér þessu. Já, ég hef heyrt þetta áður, bara Örn, það er eitt ljóður á. Það er kannski einhverju lögfræðingar hér inni sem að geta kannski eflaust eitthvað aðstoð með því að útskýra fyrir þér. Komið til gjaldfalls og verði gengið að eigninni og stofnast lögveð í eigninni, þá verður viðkomandi aðila að hafa fengið þetta í hendur. Já, þetta segir ekki til þeir sem ekki standa í skilum, nei. En ef að þú stendur ekki, þú stendur alltaf í skilum, svo kemur einu sinni gjaldfall og það stofnast lögveð í eigninni út af þessu gjaldfalli, þá verður þú að hafa fengið þetta yfirleitt alveg reglulega frá upphafi til enda. Þetta er lögfræðilegt atriði, svo sé hægt að ganga á eigninni. Ok, takk. Jæja, Þórir hefur svarað þessu. Valdimar Lárusson, gjör svo vel. Fundarstjóri, góðir fundarmenn, það er nú búið að ræða ansi mikið einmitt þessi mál sem að ég hef nú punktað hérna niður hjá mér. Það er fyrsta lagi í sambandi við bílageymslurnar. Það er nú búið að ræða svo mikið það að það er nú sjálfsagt svona að bera í bakkafullan lækinn að fara að hreyfa því máli eitthvað frekar, en samt er það eitt sem að ég vil koma á framfæri og það eru merkingarnar. Formaðurinn var hérna áðan að tala að að setja upp skilti. Það gæti orðið heill skiltaskóur. Þetta finnst mér nú vera svona dálitlar ýkjur. Við höfum mikið orðið vör við það að það er ekið þvers og kruss bílageymslurnar. Alveg án tillit til hvort að virðast vera gólfmerkingar eða ekki, sem flest allar eru nú þegar afmáðar, gjörsamlega. Og veitti ekki af að taka það með í reikningin. Nú, þegar maður kemur og ætlar að fara út úr geymslunni, þá fer maður venjulega upp, en fjöldinn allur, og ég held að það geti varla liðið sá dagur að minnst að verði ég ekki mæti 1 og 2 bílum sem að fara þarna niður. Það væri nú ekki neitt ofverk, held ég frá, mér skilst bæjarins hendi, að setja upp eitt stórt skilti, þið vitið brúnina, sem að kemur á móti brekkunni. Þegar þið komið upp brekkuna, þá ef þið ætlið að fara öfugt niður, þá stór brún. Ef það væri sett eitt stórt skilti sem bannaði þennan akstur, þá held ég að það myndi hjálpa mikið. Nú, ég held að ég láti nú þetta nægja með
bílageymslurnar að öðru leyti en því að það hefur oft verið á innan húsrásinni okkar aðvaranir til fólks það að skilja ekki eftir bíla sem að eru annarkvort hjólalitlir eða hjólalausir, númerslausir og allt þar fram eftir götunum. Þessu er mjög illa sinnt. Ég veit núna til dæmis að það eru 3 bílar sem búin að standa í þó nokkrar vikur, númerslausir, og það er búið að setja miða á þessa bíla þar sem að þeim er gefinn frestur til þess að fjarlægja þá, og miðarnir í flestum tilfellum eru rifnir af. Þessu finnst mér vera afskaplega illa og lítið sinnt. Ég held ég láti það útrætt bílageymslurnar því það er búið að tala það mikið það að það er ekki vanþörf á að þar verði tekið rösklega til hendinni. Nú, það er líka í sambandi við geislagarðinn. Ég vil bara spyrja, þessi geislagarður, hann leikvöllur fyrir allan Kópavog og jafnvel hluta af Reykjavík líka? Mér virðist það vera. Og það er líka þarna aka bílar, stórir, þungir bílar, þannig að það er nú búið að kosta, ég veit ekki hvort það skiptir milljónum, þessi þakpappalagning öllsömmul og öll sú breyting sem hefur orðið á geislagarðinum. Þetta með því að leyfa þennan akstur garðinn á þessum stóru þungu bílum, það hlýtur að enda með einni og sömu skelfingunni að þetta verði allt saman ónýtt. Það hlýtur að vera hægt að gera þá kröfu til bæjarins að þetta verði stoppað af. Það er náttúrulega kannski erfitt að skipta sér mikið af þessum blessuðum hjólabrettum í garðinum, en ég trúi því ekki að það sé ekki hægt að finna einhver ráð til þess að stöðva þennan ófögnuð inni í bílageymslunum. Það er ekki bara að það gengur þarna mikið af eldra fólki sem er misjafnlega á sig komið, og þessi unglingar sem eru keyrðir, ég hef vitni að því og get staðfestað að foreldrarnir keyra þessi börn ofan úr Breiðholti, ofan úr Grafarvogi til þess að leika sér á hjólabrettum hér í bílageymslunni. Það hlýtur að vera hægt að gera einhverjar ráðstafanir til þess að stoppa þennan ófögnuð af, fyrir utan allan þann óhemjulega hávaða og öskur og óp sem að þetta framkallar. Látum útrættum það. Það hefur lítið verið minnst hér á hljóðverið og staðsetningu myndavélanna. Mér langar til þess að gera það fyrirspurn, hvað eru margar myndavélar í gangi og hvernig eru þær staðsettar? Ég hef töluvert mikið reynt að horfa á þessar myndavélar og mér finnst þær sýna afskaplega takmarkaðan hluta af bílageymslunum. Mér langar aðeins til þess að vita hvað því líður. Nú, það hefur lítið verið rætt hljóðverið sjálft eða stúdíóið. Ég fyrir mitt leyti hef alltaf verið því hlynntur að það væri starfrækt, en það verður að gera eitthvað til þess að fólk opni þessa rás og hafi eitthvað til þess að horfa á sem að gleður augað. Það er ekki nóg að vera með alls konar auglýsingar, til dæmis eins og hafa komið þarna frá bænum
eða frá Hamraborgarráðinu það að bærinn, hann hafi ekki staðið í stykkinu með að koma með tölur sem hægt að bera ábyrgð á og átti að hafa beina útsendingu sem aldrei var neitt af. Það er náttúrulega fyrst og fremst sök bæjarins. Síðan það með þetta 2500 króna gjald. Hvenær lýkur því? Ég var að taka það saman í dag að ég búinn að borga 90.000 krónur síðan ég flutti hérna í Hafnarborgina með þessu gjaldi og það virðist hvorki vera þrot eða endir af þessu. Síðan það eitt enn, það eru uppi skilti sem mér finnst hafa farið svolítið fyrir brjóstið á blessuðum formanninum okkar. Það eru uppi skilti hérna í Geislagarðinum þar sem að bannað að vera með hunda. Ég hef nú góða aðstöðu til þess að fylgjast með því að það oft á kvöldin að það eru minnstakosti einn eða ef ekki tveir hundar sem eru hlaupandi hér garðinn og gera öll sín stykki hingað og þangað garðinn. Leyft að hafa hunda í þessum garði? Til hvers þessu merki? Ef einhver þarna frammi sem vill segja eitthvað þá óska ég eftir því að hann komi hingað upp. Síðan þakka ég fyrir. Valdimar Lárusson hefur lokið sínu máli og þá tekur Þórir Steingrímsson til máls. Ég þakka Valdimar. Þetta allt orð að sönnu. Allt má þetta betur fara. Við gerum hvað okkar besta í stjórninni að reyna að framfylgja þessum óskum sem að þessi aðalfundur hefur komið á framfæri við okkur og við heyrum tóninn. Skilaboðin skýr og það mjög gott veganesti fyrir okkur stjórnina að starfa næsta ár. Takk fyrir. Já, eru fleiri sem að vilja taka til máls? Svo virðist ekki vera og þá störfum þessa aðalfundar senn lokið. Ég vil þakka öllum þeim sem að komu til þessa fundar fyrir málefnalega umræðu og góða fundarsetu og ég ætla að láta þá von í ljósi að ég eigi eftir að sjá ykkur að ári liðnu svona til að brjóta ekki upp hefðina. Þakka ykkur kærlega fyrir kvöldið og ég segi þessum fundi slitið.